Fjórði kapítuli, áframhald. Þórður skírari var mikill maður vexti og fyrirmannlegur. Með þess konar andlit sem hökunni virtist hafa verið þrýst uppi með átaki að neðan. Og yfirtak vellöguðu kónganefi sem stemdi ofan í hökuskarðið. Munnurinn var svo vel aftur þegar hann var ekki að halda ræðu að varirnar hverfðust inn á við og sást ekki ytri vör. En á efri vörinni, sem var veikastur og lítilfjörlegastur partur á öllum manninum, var stutt og ákaflega vel klippt skegg. Hann kipraði saman augun svo þau höfðu líkingu af síu sem lætur ekki allt í gegn. Hvað þessi skírara-titill Þórðar Karlsins bar í sér vissum við aldrei gjörla í Brekkukoti, né hirtum að vita. Enda sáum við hann aldrei skýra nokkurn lifandi mann. Sagt var að hann hefði lent í trúfélögum í Skotlandi og Kanada og gengið þeim á hönd og hefði hann brauð sitt frá þeim. En varla hefur mikill afgangur orðið af því brauði, úr því hann hallaði sér að í einu af þeim fáu gistihúsum sem verið hafa ókeypis í heiminum á þessari öld og hinni fyrri. Það hefur sennilega verið í verkahringa hans að gera orð þess drottins sem trúir baptistum heyrin kunnugt í ættborg sinni. Ekki dettur mér í hug að efa að hann Þórður kallinn hafi talað fyrir guðlegan innblástur, hafi nokkur maður það kunnað. En slíkur var innblástur hans og upphafning í kenningunni að hann hirti aldrei hvort þar var maður nær sem hann kendi, nema hvað ég hygg ef nokkuð var að hann hafi helst kosið öngvan. Enda kom víst sjaldan fyrir að hann hefði áheyranda nema ef strákar földu sig í nálegri tunnu til þess að njósna hvað svo ágætur klerkur mælti af þvílíkum guðmóði við öngvan. Ég hafði því miður hvorki vit né þroska og kannski ekki nægilega forvitni heldur til að leita kjarnans í boðskap Þórðar skírara. Fremur en mig langaði til að botna í postillinu hjá honum afa mínum. Það er nú einu sinni svo að tómlæti Mörlandans hefur löngum verið viðbrugðið og vera má að Þórður hafi bæði þekkt landa sína vel og verið mikill Íslendingur sjálfur. Því bæri svo til að mann hræða, einn eða fleiri, slöngruðu í áttina til hans þar sem hann stóð einn á auðu torgi og var að prédika. Þá sneri hann sér ævinlega undan og sýndi háttvirtum þingheimi bakhluta sinn. Þessa aðferð áleit hann notadrýgsta ef telja skildi fyrir Íslendingum. Ég minnist þess. Ég gekk fram hjá honum niður á plani eitt kvöld í norðan Garra og Brælu, þar sem hann var að prédika af sannfæringarkrafti yfir hjólbörum nokkrum sem stóðu þar álengdar á hvolfi. Hann stappaði niður báðum fótum,
máli sínu til stuðnings og barði biblíuna með hnúum og hnefum til staðfestingar kenningu sinni og stóð út úr honum froðan í ýmsar áttir. Hann mælti í gegn þeirri óviðurkvæmilegu og svívirðilegu aðferð sem fólgin í því að skíra börn. Það finnst hvergi skrifað í þessari helgu bók, mælti hann og lamdi bókina, hvorki með orði né bókstaf, né stríki né punkti, finnst skrifað í helgri bók að skírð skuli saklaus börn. Hver maður sem heldur fram að það standi nokkuð stað skrifað í helgri bók að saklaus börn eigi að skíra, hann gerir það á sjálf sín ábyrgð og tekur afleiðingunum. Þegar Þórður kallinn, baptisti, hafði gert sína baptiska skyldu hér út á Íslandi, þá var það í hans verkarhring að fara í Noreg og predika þar sinn. En það er haft til sannindamerkis hve Íslendingar og Normenn séu ólíkar þjóðir, að ekki var Þórður postuli fyrstiginn á land í Björgvin, en að honum þyrptist múgur manns að hlýða boðskap hans. Svo iðulega var það bjóða út lögreglu eða jafnvel landher til að varna því að gamalmenni og örvasa fólk væri tróðið undir. Eða flokkar hófust með og móti þessum sendiboða drottins, yrðu hver öðrum að fjörtjóni með æsilegum tiltekjum. Auk þeirra litlu presslauna sem Þórður kallinn kann að hafa haft af Skotum og Kanadamönnum fyrir að snúa Íslendingum og Normönnum frá barnaskírn, þá hygg ég að baptistinn hafi ekki átt eignir utan biblíur þær sem hann bar sér á baki í strigapoka milli landa. Að minnstakosti vissi engin maður þess dæmi að Þórður kallinn hefði aðra verðaura undir höndum. Nú kom að þeim degi skírarinn skyldi reisa burt af Íslandi og fara til Noregs að boða eld, þeim mönnum í þvísa landi tíðka barna skírn. Í þau skipti sem hann hafði áður gist í Brekkukoti, mánaðartíma eða 6 vikna á sumarferðum sínum, þá hafði hann ævinlega reynt að umbuna gistinguna með biblíu. En Björn afi minn jafnan beðist undan slíkri gjöf með því fororði að það væri ekki venja í Brekkukoti að hafa dýrgripi af mönnum fyrir að mega sofa. Hins vegar hafði afi minn ekki í hinn fyrri skipti drepið hendi við lítilfjörlegu kristilegu smáriti sem heiðurskjöf af hálfu Þórðar baptista. En nú var Þórður orðinn þreyttur að gefa smágjafir og tók ekki lengur í mál að fara svo á brott að hann skildi eftir minni gjöf en biblíuna. Ef þú þiggur ekki að mér biblíu í haust, Björn, sagði hann, þá lít ég svo á að þú teljir þig ekki lengur minn vín. Enda mundi ég þá ekki geta látið spyrjast að ég vitjaði aftur þíns heima. Ég veit ekki hversu eðlar þínar biblíur kunna vera, drengur minn, sagði Björn í Brekkukoti. Á minni tíð þekktist ekki að biblíur væru hafðar með lúsaletri og í skeinisblaðabroti. Mín kristilega samviska stendur að veði fyrir því að sú biblía sem ég hef meðferðis góð og ekta.
löglega prentuð og lastalaust útgefin eftir frummálunum af Biblíufélaginu í London. Í hverju? Sagði afi minn. London, sagði baptistinn. Hvað er það? Sagði afi minn. Það er höfuðborg Bretaveldis, sagði baptistinn. Já, það má vel vera, sagði afi minn. Ég veit ekkert um það. Rétt Biblía hér á Íslandi er útlögð og þrykkt af herra Guðbrandi sáluga á Hólum fyrir norðan land. Þá Biblíu hef ég sjálfur barið augum hér í dómkirkjunni og það stendur á henni að hún kosti kú. Það er okkar Biblía. Þórður skýrari melti. Ég sný ekki aftur með það að mín lundúna Biblía er justeruð Biblía, þó hún kosti ekki nema 75 aura. Heldur þú að herra Guðbrandur hefði verið að féfletta okkur á Íslandi þegar hann setti kýrverð á Biblíuna, sagði afi minn. Nei, drengur minn. Sú Biblía sem herra Guðbrandur gaf út var á réttu verði. Ef Biblían hefur verið snembæru virði áður fyrr, þá er hún það enn. Biblía sem kostar hálfa hænu, svei. Mín sáluhjálp stendur að veði fyrir minni Biblíu, sagði Þórður skýrari, er hún þá kannski einskis virði. Ég skipti mér ekkert af því, sagði afi minn. Þú verður einhvern veginn að klóra þig sjálfur fram úr því, góði maður. Og við erum jafn góðir vinir og hvort þú ferð efri veginn eða neðri veginn. Þórður okkar skýrari ætlaði að leggja á stað með gufuskipinu morgunin eftir. En svo bar til kvöldið, þegar afi minn ætlaði að vinda upp klukkuna okkar til vikunnar, finnur hann þá ekki eina af þessum ódýru biblíum kalsins innan í klukkunni. Afi minn tók bókina út úr klukkunni á þess að mæla orð. Þetta mun hafa verið það bil sem hún skjalda okkar var að fyrsta eða öðrum kálfi. En morgunin eftir, þegar skýrarinn er búinn að kissa í bænum og genginn út með þann afgang af biblíum sem hann átti eftir í poka sínum, handa Norðmönnum, og kominn að krosshliðinu, hver stendur þá á stígnum fyrir utan hliðið og bíður hans með kú í taumi nema Ambjörn í Brekkukoti afi minn. Já, mikið var ég fann þig til að kissa þig, sagði skýrarinn. Guð gefi þér góðan daginn, drengur minn, sagði afi minn. Og fyrst þú hefur skilið eftir eðla biblíu, að því þú sjálfur segir, þá ætla ég nú að fá þér eðla kú, því æsir gjöf til gjalda. Já, þú hefur alltjent verið gamansamur maður, Björn minn, sagði baptistinn, og var komin út hliðið og ætlaði að kissa afa minn leið og hann gengi hjá, en komst ekki að honum. Við kyssumst ekki nema við séum kvittir, sagði afi minn. Ígildi heilarar ritningar horfði dunsnandi í áttina suður í mýri og sló sig með halanum í morgunkyrrunni. Skipið mitt að fara, sagði skýrarinn. Hér er taumurinn á þeirri skjöldóttur, sagði afi minn. Síðan kysstust þeir og afi minn kom taumnum fyrir í hendi skýrarans meðan þeir voru að því. Afi minn gekk inn fyrir krossliðið, en
þegar skýrarinn hafði leitt kúna svo sem steinsnar, sleppti hann henni úr taumi. Hann tók til fótanna í áttina onni bæ. Þá tók afi minn Lundúna biblíuna upp úr buxunum sínum og sagði við mig: Þú ert frár á fæti, drengur minn, hlaustu á eftir honum Þórði skýrara og fáðu honum bókina sína. Skýrarinn var orðinn gamall og mæðinn, svo ég var fljótur að draga hann uppi. Ég fékk honum bók sína og hann stakk henni niðri hjá sér þegjandi, hélt síðan áfram til skips. 5. kapítuli. 2 konur og 1 mynd. Ég búinn að skrifa allt sem heiti hefur utan stokks og innan hjá okkur í Brekkukoti, en hana ömmu mína ég varla farin að segja orð, og var hún þó engin aukagebill í húsinu. Væri henni hins vegar líkt við hjarta hússins, mætti segja hana svipað og heilbrigð hjörtu yfirleitt, að hver sem slíkt hjarta ber í brjósti veit ekki til að hann hafi hjarta. En úr því þar komið sögu að fólki hefur æ ofan í æ verið boðið til stofu í Brekkukoti, þá held ég mál sé til komið að nefna forgangskonuna, þó í litlu verði. Ég segi þó í litlu verði, því ég þekkti aldrei konuna. Ég var til dæmis orðinn stálpaður þegar það rann upp fyrir mér af tilviljun að kannski hefði hún átt ævisögu eins og annað fólk. Það sem ég kynni að segja hér frá henni í rauninni hve lítið ég vissi hana. Líklega hefur það samt verið hún sem ól mig upp, að því leyti sem ég hef verið alin upp. Að minnsta kosti hugsa ég að hún hafi átt meiri þátt en ýmsir aðrir í að gera mig svona eins og ég er. En það var ekki fyrr en eftir að ég varð roskinn að ég tók eftir henni, svo mér fannst ég sæja hana. Mér fannst blátt áfram einn góðan veðurdag að hún stæði mér kannski næst af öllum mönnum, þó ég vissi færra hana en aðra menn, og hún hefði nú legið í gröf sinni hríð. Það er annað en gaman að ætla að fara að tala mannesku sem maður veit svona lítið en er manni þó svo nákominn. Það var fjarska grönn og pasturslítil kona. Hún mun samt, þegar ég kynntist henni fyrst, hafa verið á aldurskeiði sem flestum mönnum er megn að ná, þó þeir séu annálaðir fyrir afl og hreysti. Og hún lifði að minnsta kosti aldarfjórðung eftir það. Ég man ekki eftir henni öðruvísi en lotinni og tannlausri með dálítinn hósta og rauða hvarma af að standa fyrir framan opnar hlóðir í eldhúsreiknum í Brekkukoti. En þar áður í öðrum kotum sem ég kann ekki að nefna. Það kann að hafa verið dálítið sót í hrukkunum í andliti hennar stundum og hún tínar óskulítið með höfðinu þegar hún horfir á mann þessum mildu augum. Hendurnar á henni voru langar og beinaberar. Amma mín átti frænku sem hefur líklega verið hálfum öðrum áratug yngri, þó hún eldist fyrr og endist ver, og það var hún Kristín
í Hringjarabænum, ráðskonan gamla hringjarans sáluga, upp á hæðinni í kirkjugarðs endanum, nyrst. Einu sinni sem oftar fórum við amma mín að hitta hana, Kristínu sálugu, hringjarkonu. Leiðin liggur kirkjugarðin. Það var á þeim tíma árs þegar flugurnar voru í essinu sínu. Gömlu konurnar töluðu saman í þessum einkennilega fjarlæga tóni sem er svo sláttur í dufli fyrir utan Engey, eða eins og fiðla norður á Langanesi. Út frá þeim tóni er gott að sofna. En þegar við vorum búin að drekka kaffið og mér fannst ég myndi ekki geta sofnað oftar í dag og var að bíða eftir að amma mín færi að kveðja svo ég færi að fá þennan spegilfæra tíering sem hún Kristín sáluga var einlægt vön að rétta mér að skilnaði að því ég var svo góður drengur. Þá lagðist ég út í gluggann sem vissi að kirkjugarðinum, þar sem sást yfir Skerjafjörð, alla leið suður á Keili og fór að drepa flugur mér til skemmtunar. Litlu síðar kvöddum við og ég fékk tíeringin minn fagra af henni Kristínu. En þegar við erum komin út í miðjan kirkjugarð í bakaslagnum, þá segir amma mín við mig: eitt er sem maður má aldrei gera, skepnan mín, því það er ljótt. Hvað er það, amma mín, sagði ég. Drepa aldrei flugur í annarra manna húsum, sagði amma mín. Þykir henni Kristínu frænku svona vænt flugurnar sín, spurði ég. Nei, sagði amma mín, en hún á heima í Hringjarabænum. Mikið var ég fegin að amma mín skildi ekki hafa siðað mig í áheyrn hennar Kristínar frænku, sem einmitt gaf mér tíeringin með þeim rökum að ég væri svo góður drengur. Fyrst ég nú búinn áður en mig varði að leiða saman þessar tvær konur, má ég ekki láta dragast úr hömlu að segja nokkru ger frá því tákni sem mér þótti merkilegast skyldleik þeirra. Í stofunni hjá báðum þessum konum hékk sumsé ein mynd, ólík öðrum myndum sem þar voru hafðar uppi. Návist annarra mynda var undir tilviljun komin. Hjá okkur var til dæmis mynd af tveim englum sem flugu uppréttir með blómsveig á milli sín og af stúlku sem átti að auglýsa sólskinsápu. Ennfremur Hallgrímur heitinn Pétursson sálmaskáld, einhver leiðinlegasti maður sem ég hef séð á mynd. Og loks voru nokkrar myndir af vesturíslenskum fjölskyldum sem höfðu verið til húsa í Brekkukoti meðan þær voru að bíða eftir skipi til Ameríku. Þetta fólk hafði komist í það sem kallað er góðir tímar í Ameríku og er fólkið í því að vekja upp grjót, uppræta trjástofna eða grafa skurði. Sitja síðan fyrir með hálstau hjá ljósmyndara. Á svipaðan hátt var undir hælinn lagt hvað hékk hjá henni Kristínu í Hringjarabænum. En sú mynd er ég nú greini frá, var sérstök. Þessi ljósmynd var af ungum manni með upplitningarsvip og sá á vanga honum. Hann virtist sjá í draumleiðslu einhverja undrasjón álengdar. En einkum léði þó klæðaburður hans myndinni andblæ sem var óskyldur lífi okkar hér. Hvítsterkjað hálslín, skínandi skyrtubrjóst og lafafrakki með silki kraga sem stimdi á.
Þar á ofan bættist rós í hnappagatinu. Þeim mun undarlegri var sá fróðleikur sem ég meðtók snemma. Að þetta væri sonur hennar Kristínar í Hringjarbænum og þar með frændi okkar í Brekkukoti. Hann Georg Hansson, sem núorðið, eins og þær frænkur sögðu, hét Garðar Hólm. En hvort sem það var nú þennan dag eða einhvern annan dag að ég var að virða fyrir mér myndina af honum Garðari Hólm, þá fæ ég ekki orða bundist við hana ömmu mína. Á hann Garðar Hólm nokkur staðar heima? Eða er hann kannski bara engill? Hann Gorgur litli, sagði hún. Nei, hann á svo sem hvergi heima lengur aumingins votn. Akkur var hann ekki kjör hjá henni mömmu sinni, henni Kristínu frænku okkar í Hringjarbænum, sagði ég. Hann lendi í ferðalögum, sagði hún. Hvernig fór hann að því, sagði ég. Það er ólánið sem því veldur að mann fari í ferðalög, sagði amma mín. Hvaða ólán, spurði ég. Við tölum ekki það, skepnan mín, sagði hún. Hann var vænn drengur, hann Gorgur litli hennar Kristínar þegar hann var að leika sér hérna í kirkjugarðinum og líkur þér. En hann lendi í ferðalögum. Ég mun hafa þagað við lengi og verið að leiða hugan að þessu óláni, öllu óláni meira, sem mönnum var kunnugt í Brekkukoti, og spurði að lokum, af hverju er verið að fara í þessi ferðalög, amma mín? Hún svaraði, menn flosna upp og ganga frá búum sínum, eða það eru tekinu upp fyrir þeim heimilin. Sumir bilast á sinninu. Einstökum maður sér ekki annað en Amríku. Ellegar veslingsmennirnir hafa gert eitthvað af sér og eru sendir yfir fjöll og fyrnindi, vötn og sanda til að fara í betrunarhúsi. Hefur þú aldrei farið í ferðalög, amma mín? Spurði ég eftir langa mæðu. Hún rýndi hon í prjónana sína til að gá hvort það hefði orðið lykkjufall hjá sér og sagði á meðan, jú, ég hef farið í ferðalag. Ég ferðaðist einu sinni austan úr Ölfusi og hingað suður. Við fórum yfir Hellisheiði. Var það voðalega vont, amma mín, spurði ég. Tölum ekki það, skepnan mín, sagði hún, gleymt er gleymt. Það leið langur tími þangað til ég hefði kjark í mér til að minnast aftur á hinn ólánsama mann Garðar Hólm. Þó kom þar að ég segi einhvern tíma svo sem einslega við hana Kristínu frænku okkar í Hringjarbænum, af hverju ætlan Garðar Hólm sé alltaf í ferðalögum? Hann er auðvitað að syngja, sagði konan dálítið byst í máli, og það átti ég eftir að sanna jafnan síðar að hverju sinni sem nafn sonar hennar bar á góma, þá var hún eins og hún brygðist reið við. Og þó að ég meir en yrði hissa á slíku svari, þorði ég lengi vel ekki að rekast meir í þessu, en hélt áfram að stara lotningarfullur á myndina. Veist ekki að söngur er það sem göfugast er til á jörðinni, spurði konan. Jafn önnur og áður. Getur hann sungið hátt, spurði ég. Hvað heldurðu barn, sagði konan. Enginn Íslendingur kemst jafn hátt upp. En hann kemst líka djúpt niður. Þarna í horninu stendur orgelið hans gamla. Og hér er tíeringurinn þinn. Vendu þig svo ekki á að spyrja það sem þú hvorki hefur vit á né þig verðar Ég hlakkaði til þegar mér glæddist svo viska að ég yrði talin þess verður að leyndardómar væru raktir fyrir mér. En meðan svo var enn ekki, hélt ég áfram að sýsla í þöngunum